Túfa, 1-2 tap í kvöld, svona ósanngjarn niðurstaða kannski? Já, mér finnst það. Miðað við svona framlag mína leikmanna og hvernig leikur var að spilast, mér finnst svona ósanngjarnt að fara úr þessum leik með 0 stig. Svona, hvað fannst þið vanta upp á í ykkar leik? Eitthvað sóknarlega eða? Það er svona beint eftir leikinn, mér finnst svona fyrir að leikur spilast eins og við svona ætlum hana að spilast og með góð kontroll leiknum, við vorum góður í pressun, ítum þá í að fara svona í svolítið marga longa bolta sem við vorum að díla vel við, skorum mark og vorum nálægt í kannski að skora annað mark, vorum komnir í fína stöðu, fengum nokkra hotspinnu sem við erum alltaf hættulegir í sko, þannig bara svona fyrir að leikur akkurat eins og við vildum að hafa, en byrjum seinna leik var ekki nóg góður hjá okkur og svona mætum ekki alveg og gerðum ekki nokkala eins og við ætlum að gera í seinna leik og halda áfram kannski að fylgja því eftir frá fyrra leik og framar mætu bara mjög flottir inn í seinna leik og jafnur svona verðskulda en eftir það mér fannst aftur við svona taka yfir leikinn, koma okkur inn í góð stöðu, fengum dauðafæri hjá Jónatan þegar hann strákinn verja mjög vel í markinu, fengum enn og aftur nokkra hotspinnu sem þeir hreinsa á línunni þannig á þeim tímapunkti var mark í loftinu að við ætlum að komast yfir og en svo kemur þessi vítaspyrna á endanum sem í rauninni tryggja framsígur. Þið voru ekki sátt við dómarinn í leiknum, það er rangstöðu dómur hjá Tryggva, það eru vítadómarnir fram, þið vildu víti líka í lokin, varstu ósátt við dómarana? Já, ég var ósáttur þegar svona marg atriði sko skilur falla ekkert með okkur og voru langflesta rangar sko. Það hefur mikið áhrif á úrslit leiksins. Þá þú svona alltaf meira ósáttur en vanalega sko. Við gerum allir mistök en eins og þú orðað þetta, ég kíkti aftur á sérstaklega á Speedo, rangstöða hjá Tryggva þegar hann sleppur í gegn í stöðunni 1-0, bara enga veginn rangstöða, ekki nálægt í. Menn að tala vítaspyrnu dómu í lokinu, mér finnst það var svona vítaspyrna á Marius á undan því sko, eftir horni og svo miðað við viðbrögð mína leikmanna í vítaspyrnu sem þeir fá sko og þú hefur svo mörg atvikin svona þegar bolti fer í hendina, engin vilji hjá Sigga, engin tími til að færa hendin frá sko, þannig svona mjög svekkjandi að þetta hefur áhrif á úrslit leiksins. Það kemur núna landsleikjahlé og svo leikur á móti Fjölni heitu liði Stjörnunnar. Þið eru þó ennþá með einstigs fórskot á toppnum eftir leik Víkings og Breiðabliks. Er þið ekki bara ánægð með það samt? Já, bara ánægður og ef einhver var að gefa okkur að fyrir tímabila eftir 21 leik við verðum á toppnum, þá værum við alltaf að taka því. Við vissum að þessi barátta verður alveg fram á síðasta leik, þannig það breytast ekkert í kvöld og við mætum sterkari tilbaka eftir landspásu. Takk fyrir.